höfum nánast allra landa ríkir tjáningarfrelsi sem nærir yfir grín og það má þar af leiðandi segja hvað sem af öllu. Umræðan ekki það má gera grín af öllu alls staðar, þannig að svo lengi sem það má einhvers staðar gera grín af einhverju, þá má gera grín af því. Ok, keppni við viljum kannski stoppa okkur af það og segja að það sé fleira sem skipta dagana bókstafur. Það er nefnilega til nokkuð strangara fyrirbæri sem margir fylgja mun nánar. Það eru óskrifaðar reglurnar og viðmið sem samfélög en þar klessum við á frekar stórum vegna þess að þessi viðmið og þessar óskrifuðu reglur eru síbreytileg. Mér myndi til dæmis aldrei detta í hug að gera leiðis en í þessum litla félagstíma þá mátti ég segja þetta. Og saman hversu brengla ógeðslegt eða ónargætið grínið þá til félagstími segja það. Jú, og félagslega hliðin á einu máli og á okkar og kannski þá eru þið komin í hans í stöðuna. Því að þið verða að sýna það helst í næsta svarapakka hvernig það má standast að það megi á undir einhverjum kringumstæðum eða í einhverjum félagstímum gera grín af því og hvað það við því sem má aldrei ekki undir neinum kringumstæðum gera grín. Við erum alveg samanlega. Það fullt af viðfangsefnum sem ógeð að gera grín af og hreinlega ógeðslegt. Málið bara það skiptir ekki máli í kekki, heldur einfaldlega hvort það megi. Og út frá því sem við vorum, það þýðir ekki að við ekki gera það. Það má gera grín af öllu, en það þýðir heldur ekki allt sem fyndið og það þýðir ekki að við séum að mæla með því að fólk gera það. Bara að það megi. Og af öllu því ósögðu eiginlega ótrúlegt að fara að banna einhver á grín. Já, hvernig og mamabrandara þegar við erum tveir að chilla, gæti fyndið. En ef að mér hins vegar boðið í matinn til hans og hendi í sama brandara fyrir framan mökka meðan ég stóð með lasagna, þá það bara mjög særandi fyrir mömmu Bjarka. Ok, ég aldrei að fara að segja þetta mömmu Bjarka, en við komumst alltaf að sömu niðurstöðu að það ekki neitt til sem að banna mér eða einhverjum öðrum að segja. Góða gestir, það má gera grín af öllu. Muni eftir þessum lista sem ég talaði ólögleg grín á alheimsvísu. Já, hann ennþá ekki til og hann varð ekki til á meðan þessari ræðu stóð. Það ekkert sem ekki má gera grín af. Það þýðir ekki allt grín sem fyndið. Það þýðir ekki að við ættum að gera grín af öllu mögulegu, en það má. Samkvæmt öllum mögulegum skilgreiningum á hugtakinu að mega. Og nú hvílir það á kvennaskólanum að teygja skilgreiningar, beina umræðunni í átt að því sem ætti að mega í stað þess sem má í raun og veru. Það eina leiðin ykkar til að hrekja þann sannleika sem það má gera grín af öllu. Gangi ykkur vel fyrir.
Frummælandi meðmælanda talaði í 4 mínútur og 48 sekúndur. Næst vil ég finna í tólkið frummælanda meðmælanda og þau vil 0 mínútur. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ég vil ekki byrja þessa ræðu mína eins og allar aðrar framsögur. Ég vil ekki byrja að segja eitthvað svona funny dót og svona í byrjun, heldur ætla ég bara að demba mér beint í rökin. Þetta er nefnilega dálítið merkileg keppni og það er nóg að ræða. Það má gera grín að öllu, staðhæfingu, sem er líka alveg. Fyrir ykkur sem vita það ekki, þá þýðir það að við í Kvennó þurfum aðeins að nefna eitt dæmi grín sem ekki má segja og sigurinn er okkar. Ef MH nær ekki að verja það grín með nægilegum rökstuðningi, þá er þessi keppni svo mikið sem búin. Ok, ég vil samt að byrja að gera smá stöðucheck í salnum. Hverjum hérna inni finnst vera einhvers konar lína þegar það kemur að gríni? Þið þurfið ekki rétt upp hönd, en hugsið þetta aðeins. Er virkilega einhverjum hérna inni sem finnst þessi lína ekki vera til staðar? Auðvitað er það deilum það lengi hvar þessi lína er, en við erum ekki hingað að mætt til þess að ræða það. Þessi keppni snýst nefnilega hvort að línan sé yfir höfuð til Frakkland og Kvennó mælir á móti, þá erum við augljóslega ekki að fara að færa rök fyrir okkur að það veri betra fyrir okkur að vera eyja. Við erum bara eyja. Þrotabúin 4 sem sitja hérna hinum megin á sviðinu vilja meina að það sé engin lína, að Ísland hafi landamæri við Frakkland, að það megi virkilega gera grín af öllu. En við í Kvennó kjósum að segja það sem að allir vita. Línan er til og við erum einfaldlega mætt til að benda á það. Ef við förum aðeins í grunninn á þessu umræðefni, það má gera grín af öllu. Má virkilega gera það? Það er enginn að segja að það sé ekki hægt, ég meina líkamlega er svo sem hægt að gera hvað sem er. En má allt sem hægt er að gera? Ég get alveg drepið fundarstjóran að það þýðir engan veginn að ég megi. Og það sama á við grín. Sumt grín má einfaldlega ekki. Og svo ef við pælum aðeins í gríni, hvenær er eitthvað að tala í grín og hvenær ekki? Við vitum að húmor er huglægur. Ég meina, mér finnst kannski eitthvað geðveikt fyndið sem fundarstjórunum finnst sem bara ekkert fyndið. Þannig ef ég segi eitthvað sem mér finnst klárlega að vera grín, þá þarf ekki að vera fundarstjórunum finnst það að vera grín. Að því sögðu má segja að grín geti talið sem grín svo lengi sem þeim sem gerir gríni finnst að vera grín. Flúið. Ok, ég segi eitthvað sem mér finnst vera grín, þá er það nóg til þess að það teljist sem grín. Góðir fundarmenn, staðreyndin er sú að það má ekki gera grín öllu. Það eru mörk, spurningin er bara hvar þau liggja. Við erum ekki hingað komin til þess að ákveða það eða hreinlega ræða það. Það hafa allir heyrt setninguna, hvar er línan? Eða hvar eru mörkin? Og með því að spurja þessa spurningu erum við að sanna að línan er til. Til þess að eitthvað grín megi ekki er nóg að yfirvald banni tiltekið grín. Ef við færum þetta á lítið plan, þá getum við sagt að kennari í 3. bekk banni nemenda að segja það má ekki gera grín af Kristjáni fyrir að vera með gleraugu. Það má ekki gera það grín. Allir fatta? Ok, þetta er nefnilega svo einfalt, kæri salur, að því sama hvað okkur finnst einhverja þróun á banni á gríni, þá er bara þannig að það er einhvers staðar grín. Fólk sem gerði grín á Charlie Kirk og misti vinnuna máttu greinilega ekki gera grín á dauða hans, hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Og einelti, má það? Ég meina einelti er bara grín samkvæmt geranda og þá er það fólkið í ykkar bólheimá að verja þann viðbjóð. Reglugerðarmaður gegn einelti á vinnustað, reglugerðarmaður gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Fordæmið eineltið á RÚV þar sem að RÚV var gert að greiða 2,2 milljónir í skaðabætur fyrir að leyfa einelti að þrífast á vinnustað. Einelti sem var bara hrífa.
Síðan líka bara má ándjóks ekki gera grína að öllu. Þú veist, það má ekki gera grína íslenska þjóðfánskum. Það er grínlaust skrifað í lögum að eigi megi hæðast á þjóðfána í bæði orði og verki. Þannig er ég samt ekki að tala einhvern fána í sexræður, en lög eru lög og lögbrot eitthvað sem má ekki, burt sér frá því hvort þeir sé refsað fyrir það eða ekki. Góði gestir, sama hver þróunin hefur verið eða mun verða á banni á gríni, þá breytir það ekki þeirri staðreynd að það má ekki gera grín að öllu, sem frábært. Það raunveruleikinn sem við búum við og við viljum virkilega breyta því. MH vill nefnilega að fólk megi segja hvað sem svo lengi sem það sagt í gríni. Hafið þið það í hug. MH mælir með ærumeiðingu, þau mæla með hatursorðræðu og þau mæla fyrir broti friðhelgarinnar svo lengi sem það sagt í gríni. Þú bara metið til við. Ég bara horfði hérna. Ég búin að vera hérna en ekki horfði þarna uppi. Ég búin að vera hérna. Ég bara horfði á þetta hérna og ég nenni ekki að snúa hausnum mínum. Frummælandi andmælanda talaði í 4 mínútur og 50 sekúndur. Næsti punktur meðmælanda og yfir 7 mínútur. Þetta svo easy, Danni skiplis. Hann hefði hvernig vídeóið þegar þetta svo verður. Ég var að hvetja hana en við. Já. En hann sagði þetta svo Það er bara svona fyrst. Já. Það er ekki mikið eins og það sem að skilja að vera nokkrar sekundur og hún að vinna. Nei, þetta var alveg góður 10 mínútur eða eitthvað og þarna og við unnum þetta. Ég slökti hljóðinu núna, þeir eru. Það störf í okkur. Nei, það þarf að, ég þarf bara fullt að skýra af skónum. Af hverju ertu með að skýra skónum? Ég fór að skýra
umræðuefni það má ekki finna öllvendur og góði gestir. Í morgun, þar sem ég fikk tilkynningu að ég var valin sem grínmálaráðherra Íslands, sem fyrir að ég færi á og það má ekki gera grína. Hérna í frá, Inga Alda, Kalli með skalla, Andrésblöðum og vikunum í Ísland, en fyndnast að gera bank. Bank, bank. Hver það? Heimskasti skólan landinu. Venno! Vá, hvað við bærum þetta í vondum málum, með ykkur eitt fengið á nákvæmt hvað má og ekki gera grína. Það var ekki hægt. Hverjir fengi ákveð hvað má? Væri grínmálaráðherra kosinn af almenningi eða væri Squid Game stæl keppni í Hvíta-húsinu? Þetta er ekki raunsætt. Það er búið til eitt samlegt heimsviðmið það má gera grína. Að sjálfsögðu eru margar aðstæður og mörg umfjöllunarefni þar sem meirihluti fólks væri sammála að sé ekki fyndið og á sér ekki stað í almennu tali. En þegar kemur að gríni að fara yfir strikið, persónu og skoðanafundi. Þá málfrelsiskerfið sem hér á Íslandi jákvætt. Þú mátt gera grín að öllu og það má drulla yfir þér út af því. Og ef grín hættir að vera gert í skoti og óalvarleika og verður að hatursorðræði eða áreiti, sem sagt ekki grín, þá eru enn alvarlegri afleiðingar þar sem til dæmis yfirvöldin mega stíga inn í. Það óraunhæft að banna grín því mörkin eru of persónuleg og breytileg, þar sem hver og einn dregur sitt eigið strik á mismunandi stað. Mér finnst grín ekkert alltaf fyndið, en mér finnst gott að við megi koma fram. Og mér finnst oft gott að við vorum sjálf. Þú vilt ekki að það eina sem stoppa fólk við að fremja glæp séu lögin og fangelsisdómar. Þú vilt ekki að treysta á fólk gerir ekki grín eða málefnin sem eru þitt kær vegna þess að þeim langar ekki til þess og finnst það ekki vera siðferðilega rétt. Frekar en að það eina sem stoppa vinin að gera þvottaland branduröndi sé einhver grínmálastjórn í bæ. Bank, bank! Hver er það? Listi! Listi hver? Nei, það engin listi yfir öllu sem á ekki gera grín á heimsins. Aðeins sagði að við verðum að rétta til kynferðislega áreitni með því að segja að það megi ekki að grína kynferðislega áreitni og ofbeldi. Já, aðeins, brandarar ganga stundum of langt, jafnvel út í kynferðislegt áreitni. En þegar grín breytist í kynferðislegt áreitni, þá augljóslega farið yfir mörk einstaklingsins sem verður fyrir djókinu og þar með ekkert grín lengur. Kynferðislegt áreitni ekki grín. Aðalheiður búin að minnast á það einum of oft að það þurfi bara að sýna fram á eitt dæmi sem má ekki að grína til þess að allir pollin hjá falli. Aðalheiður, finnið þá dæmi þar sem ekki má undir neinum kringumstæðum, í neinum viðbjóðslegum grúpptjörnum eða skrýttum klæðsum gera grína. Fyrst þið ætla að fara út í tæknilega og fáránlega trega nálgun á umræðuefni verður nefnilega að taka það alla leið. Ef það má undir einhverjum kringumstæðum og í einhverjum menningarstigum gera grína einhverju, þá má gera grína því. Aðalheiður sagði hún vildi sleppa skemmtilega dóttir í byrjun ræðu. Mikið verður skemmtilega það. Aðalheiður sagði að fyrst það mætti ekki gera grína íslenska fánanum á Íslandi samkvæmt lögum væri pollinn okkar fallinn. Ég skal aðeins útskýra fyrir þér, Aðalheiður. Umræðan ekki að það megi gera í öllum aðstæðum gera grína öllu, heldur einfaldlega að það megi gera grína öllu. Í þessum aðstæðum sem þú nefndir má ekki gera grína íslenska fánanum, en það má í öðrum aðstæðum. Til dæmis ef þú flýgur til Köpen, þá ekkert sem bannar það. Þetta er mjög kjánalegasti útisnúningur sem ég hef séð, jafnvel haltu við það sem umræðan þýðir. Aðalheiður tók einelti sem dæmi það að það má ekki gera grína öllu. Aðalheiður, grín getur alveg þrótast í einhverja leiðinlega athöfn sem má ekki samkvæmt reglum skóla eða vinnustaðar. En þá breytist grínið í eitthvað alvarlegra og hættir að vera grín og verður að einelti sem bara ekkert fyndið. Einelti ekki grín. Góðu gestir, flókið líf, en samt ekki. Grín alltaf misviðjandi, en það til staðarstund fyrir hvert einasta grín. Til að einfalda lífið skal alltaf hugsa, langar mig alveg að segja það, af því að ákvörðunin að segja skoðun þína meðal annars í formi gríns verður að koma frá þér. Það munu kannski ekki allir hlæja en þú mátt gera grín að öllu.
Við erum að fara að shoppa hérna aftur. Já. Ég var hrædd að það stæði á það væri Meðmælanda talaði í 3 mínútur og 54 sekúndur. Í pontu meðmælandi andmælanda, þú hefur 4 mínútur. Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Það fer eftir kostum. Já, ég held að það fer eftir, svo náttúrulega ekki fyrir 4, þau sita bjáðið fyrir fransúkastir. Nei, ég er að tjóka, ég er bara að segja þegar ég sá þig. Þetta er svo stóður í heim. Já. Anyway, Morfís bara leikir í beintu. Herra Raka, kannski færa aðeins myndavélina svona upp svo að sáist betur í pontu. Já, svona. Áðan var þetta svolítið bara að byggja af JJ. Já. Við vorum ekki það, Við aldrei drekka þetta gæti. Maybe. Ég mætti til aftan og það er svo erfitt að vera guðs. Erum við ennþá að stríma? Meðmælanda, þú hefur 1 mínútu. Wait, is that in a minute? Oh God, you can see it. Já, ég setti þetta ekki. Ég setti þetta. Ok, þá á ekki bara eins og því að við erum komin nýjan lík. Þá heldur fólk kannski að þetta Meðmælandi andmælanda, þú hefur hálfa mínútu. Já. þess að byrja nýtt stíl. Alveg fyrir sko. Nei, þetta er að sama. Þetta er ekki. Já, en þetta er sami lægir. Það er sami lægir.
Fundarstjóri. Fuck me, hvað var ég fyndið ef við tvö myndum bara ekki að stökkva afsýðis í hálfleik og bara break out all again. Dude, það væri svo gott prank. Ok, bro. Við hringjum og segjum að Kristján leikstjóri er bara eitthvað með bombu í kvenna right now og hann er að nota hana. Shit, það er svo funny. Nei, turns up, þessi bomba er ekkert bomba, þetta er bara fucking regla Saramaband sem hann kallar Da Bam. En löggi snöggi veit það ekkert. LOL! En kæru áhorfendur, giskið hvað gerist næst. Sérsveitin mætti í krakkana þætti til að finna þann saka sem grínið lét mata. Því grín fyrir einum eyðir lífi hjá þeimum og sama hvað gerist stendur grínið við legið. Næturna langar í klefa með fanga sem lætur hún hanga eins og löng og ljót slanga. Það rastað fyrir að glansa og glassa hluti sem ei má fyrir hlátur í sekúndu brá. En kæru fundamenn, það er löngu orðið augljóst að þetta er ekki í lagi. Það er augljóslega ekki bara að gera þetta. Við viljum ekkert banna allt grín eins og þið í MH banni mér að gesta á fengunum. Ekki. Við viljum bara sýna fram á það er fullt af gríni sem er augljóslega ekki lengilegt. Sama hvort línan sé hér eða hér er línan til staðar. Hún er til. Við erum öll sammála því. Og svo sagði Halldór að það skipti máli í hvað félagsskap þú ert þegar þú gerir grín. Ok, en það er alltaf eitthvað sem þú mátt ekki. Sem sagt, það er eitthvað sem má ekki gera grín af, það má ekki gera grín af öllu. Alda sagði að einelti sé ekki grín. Alda, grín er huglægt hugtak. Ef gerandi telur grín sitt vera grín, þá er það grín. Lesa næstu keppni, takk. Alda sagði að það sé ekkert grín sem er ólöglegt alstaðar. En Halldór geti, það er alltaf eitthvað grín sem má ekki segja. Staðhæfingin, það má gera grín af öllu, er aldrei sönn því það er alltaf eitthvað bannað. Halldór sagði, það er ekki til listi af bönnuðu gríni. Vá, er bró bara geitin eða? Nei, það er ekki til listi, en það er alltaf lína, hún færist til, en hún er alltaf til. Alda vill meina að það sé ekki til grínmálaráðherra og þess sem refsi fyrir grín. Já, og það er ekki til lemjumálaráðherra sem refsa mér fyrir að lemja. Ég má það samt ekki, finni góð rök næst. Halldór sagði að í ákveðnum félagsskap má gera allt grín. Halldór, þegar ég er með vinkonum mínum þá kemst ég alveg upp með að drekka undir laugardegi. Ég má það samt ekki, það er alltaf, það má ekki gera grín af öllu þótt ég komist upp með það. Og Alda lætur eins og við séum að reyna að banna grín. Alda, við erum ekki að reyna að banna neitt, bara að benda á það að sumt grín má ekki. Halldór talaði tjáningafrelsi og bara bang, keppnin unnin. En Halldór tjáningafrelsi nær aldrei yfir hatursorðræðu, það er takmarkað í eðli sínu. En þá mælum við því að mega gera grín. En kæru fundamenn, fótó, gæ. Hristina raspið lengur komið tími til. För jag är kvann maðurinn. Geri ekki grín sem að ég má ekki. MH, eru þið ósammála? Ok, þá er ég með spurningu fyrir ykkur. Ætti ég virkilega að syngja í fottólu í hálfleik? Eða er það kannski bara dumb as fuck? Svar í næstu ræðu, danke schön.
Það er ekki þetta þau eru að segja. Það er ekki djók. Það er ekki gert í djóklist, þannig að það tengist ekki. Nei, þetta með einhverjum þú veist, með þannig hjá það fyrir einhverjum, það sé það er aldrei. Nei. En hún samt sem krús. Já. Stuðningsmaður Læknavanda er næstur í pontu. Þú hefur 4 mínútur. Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Það er ekki að tala. Já. Já. Þú verður að reyna að ná þess að það sé ekki blöð. Þú hefur 1 mínútu.
Stuðningsmaður andmælenda, þú hefur hálfa mínútu. Allir eru frjálsir skoðunarsvæðingar. Hver maður á rétt að láta ljós hugsa sína en ábyrgjast verður það fyrir dómi. Ritskoðun aðra sambæra talmæra á tjáningar sem aldrei í lög leiða. Fundarstjóri, dómarar, afmælendur og góðir gestir. Í Forn-Grikklandi var tjáningarfrelsi búmið. En hver bannaði það svo myndum? Kirkja, bæn. Hún stjórnaði skoðunum og það var mjög algengar hugður á borð við trúarrit, vísarrit og pólitísk ritskoðun. Og með því þau skilaboð þau bæru með sér ekki að komast á framfæri. Fólk fattaði svona 5 sinnum að jörðin styrst kringum sólina, en vegna ritskoðunar fekk almenningur ekki vita fyrir löngu seinna. Árið 1791 skrifuðu Bandaríkin eitthvað mesta typeset sem ég hef nokkurn tíma lesið. Allir hafa hert The First Amendment. Congress shall make no law abridging the freedom of speech or of the press. Þetta var grunnurinn af nútíma hugmyndum tjáningarfrelsi í lýðræðisríkjum. Í dag tjáningarfrelsi og það grundvallarrétt í samfélaginu. Og Benno vill taka það frá mig. Kæru gestir, tjáningarfrelsi ekkert nýtt konsept í samfélaginu okkar. Þetta sem við verðum að berjast fyrir í mörg 100 ár. Leið og einhver fyrir að segja mér fyrir ég má og má ekki gera grína, þá byrjar það benda gamalt akkurat því tjáningarfrelsi sem við verðum að eltast við í mjög langan tíma. Ég má alveg segja sem við, ég ætla að testa. Ég er maðurinn, ég er fokki maðurinn. Sjáu þið, en máli ég vil líka vita hvernig afleiðingarnar gæti orðið. Ég má gera grína öllum vegna tjáningarfrelsisins, en það þýðir ekki að gera grína öllum. Það er ákvörðun einstaklingsins að segja brandara og það er á honum ef fólk bregst illa við, það særir einhvern eða veldur skaða og það er líka á honum að taka við mögulegum afleiðingum. Og hvernig? Nei, ég er ekki að segja að mér gera hvað sem er bara maður sætti sig við það að vera afleiðingar. Tjáningarfrelsi er einstak dæmi lögbundið frelsi til gjörða. Ég má ekki myrða eitthvað þó ég myndi takast á afleiðingar af því. Það er ekkert sem heitir morðfrelsi á Íslandi, en það er til tjáningarfrelsi sem að leyfir mér að tjá mig á þann hátt sem ég vil. I may not agree with what you say, but I will defend to death your right to say. Hversu mikil snilldarsetning eftir besta vinn minn Voltaire? Hún make fullkominn sens. Tjáningarfrelsi skiptir svo miklu máli til þess að við getum sagt okkar skoðanir og ég held að við séum öll sammála það að það sé miklu betra að geta sagt það sem við viljum heldur en að vera alltaf sammála allt. Type shit! Aðrar hefur sagði að þó að mætti löglega segja eitthvað, þá þýddi að það væri ekki siðferðislega áættanlegt. Og við erum algjörlega sammála okkur það, þessi viðbjóðslega siðlaust og brenglaði að gera grín að alveg hlutum. En það breytir því ekki að einhverjum menningarstigum eru grín að slíku samþykkt. Og
og þar með má segja, við erum sammála um að það sé siðferðislega óásættanlegt, en það má samkvæmt öllum mælikvörðum að það hvað að mega þýðir. Chris vitnaði í íslensku hegningarlögin og sagði að tjáningarfrelsi nái ekki yfir hatursorðræðu. En Chris, hatursorðræða ekki grín. Þú ert dæmdur fyrir hatursorðræðu, ekki fyrir grín. Hatursorðræða getur sprottið upp frá gríni, en þá er það orðið að einhverju öðru. Orðin sem minnst á grein 233 íslenskum hegningarlögum eru há og smánum. Þessi tvo orð eru notuð til þess að gera lítið úr fólki eða niðurlægt og þau eru ekki grín. Chris minnst á að það væri bannað að gelta á döngunum. Þið máttu gera það og við fordæmum ykkur fyrir það. En það breytir því ekki að þið máttu það. Það er komið útúrsnúning.is aldarinnar að það mætti einhverjum aðstæðum ekki gera grín að einhverjum, það væri pollur okkur fallið. Aðalinn, en hello! Umræðin er það að gera grín að öllum málum og því er það lykilatriði af umræðinni. Kveðið einungis á að það megi gera grín að einhverjum. En það má gera grín að viðfangsefni en í einhverjum aðstæðum þá er þetta viðfangsefni sem má gera grín að ef það má stundum. Þá má það einhvern tímann. Það má það. Punktur. Aðalinn sagði í Bandaríkjunum að hefur margir mist vinnuna eftir að gera grín að þetta sent alltaf. Góðir gestir, Jesus, King fucking Christ. Sorry, hvað ég tens. Jóna. Tjáningarfrelsi er mikið samfélag sem á bók heilavísna ríkjandi. En tjáningarfrelsi er svo mikilvægt þess að við getum tjá okkur á þann hátt sem við viljum. Þannig að þið hafið rangt fyrir ykkur. Ég ætla að nýta þetta tjáningarfrelsi right now. Þannig að ég fucking hati ykkur. Ég líka, ég tók. Right.
Ekki síðast. Ok. Ha? Já. Átta manns sem að þið vita allt okkur. Svona, já. Já, en ég var, Og við fáum ekki einhvern nýjan efnivi til að tæta sundur eftir. Er ég ennþá reyðari en núna. MH vill bara með framkvæmdir sem skiptir máli og þess vegna megi gera grín af öll. Ef það er staðan MH, svarið það þessum spurningum. Númer 1. Hver samþykkir hvaða framkvæmdir fyrirtæki? Er það þið, er það einhver annar á að kjósa eða hvernig sjá þetta fyrir ykkur? Númer 2. Eru það segir mér að það séu engin takmörk varðandi hvað má gera grín af? Má gera grín af barnaníði, kynferðisbrotum og rasisma ef það fer ekki framkvæmd sem hentar ykkur? Fyrir þetta ekki að minna ásætti? Mussolini og Hitler kannski? Mussolini, Hitler. MH býtu, MH af öllum skólum. Andskotin. Númer 3. Ef þið viljið passa með framkvæmdir á senningin, er það ekki þá að viðurkenna að það séu mörk sem má ekki fara yfir. Af því einhver þarf að fara yfir framkvæmdir á gríni. Auðvitað má hafa gaman að grínast, en við hvernig þurfum ekki endilega að vera á móti einhverju gríni eða banna eitthvað að gríni. Við erum einfaldlega staðreynd sem er ekki hægt að alhæfa. Af því hvernig má segja eitthvað grín sem er búið að segja að megi ekki frá yfirhaldi. Setjið tilfinningarnar til hliðar. Fólk í Norður-Kóreu má ekki gera grín af Kim Jong-un. Það skiptir ekki máli hvað okkur finnst það. Það er bara staðan. Bjarki tala tjáningarfrelsi alla ræðuna sína. Bjarki, tjáningarfrelsi verndar ekki öll grín því grín getur verið hatursorðræða. Það getur skert rétt annarra og tjáningarfrelsi nær ekki yfir það. Bjarki vill meina að við í hvernig viljum ritskoðun. Hvar í andskotanum fannst við gefa það í skinn? Enginn hér í kvennaliðinu er að breytingu fyrir heim. Við erum bara að segja hvernig heimurinn og samfélagið er akkurat núna. Það að megi gera grín af öllu er einfaldlega rangt. Línurnar liggja á mismunandi stöðum vissulega, en í heildina er aldrei hægt að segja að það megi gera grín af öllu. Það eru þið sem viljið breyta heiminum og setja engin mörk á svokölluð grín, og það eru þið sem þurfa að svara fyrir alla sársaukann og alla eymdina sem fylgir málstaðnum ykkar. Alda og Bjarki sögðu að einelti sé ekki og það sé ekki grín. Ætlar MH skilgreiningu á grín? Það er fyrst af þeir sem leggja hvernig einelti nota alltaf. Matur er það matur. Þann bragðist okkur illa. Bjarki, grín er grín eftir sem segir það megin grín. Þú getur ekki bara flokkað alltaf ykkar ból ekki sem ekki grín og svo talað bara restina sem við grín. Þannig
bara á þolendum eineltis að sætta sig við það. Þetta siðlaus rökstuðningur. Bjarki sagði að háð og grín sé ekki það sama. Jú, en samt þetta samheita orðabók sem þýðir að orðin þýða það sama. En hann sagði að viðmiðin sem takmarka grín séu síbreytileg, en viðmiðin eru samt til. Síbreytileg eða ekki, þá er alltaf takmark. Það er alltaf lína. Því miður fyrir MH hafa þeir ekki afstöðu með heimi sem fyrir utan okkur með alhæfingu sem ekki hægt að hanga í. Það má ekki gera grín á öll. Ef þú hlýtur refsingu fyrir að gera eitthvað grín, telst það sem grín sem má ekki. Sama hvernig okkur líður með það, það bara staðan. Ykkar megin verðið þið að verja einelti sem hluti af því að gera grín á öllu og þið verðið helst að koma með grín barnadauða while you're at it. Halldór sagði að það ekki heldur listi grín sem má ekki. Okay? Það breytir ekki því að hvað sem þú þá eitthvað til sem má ekki. Fáninn á Íslandi, Kim Jong-un í Norður-Kóreu, það alltaf eitthvað sem má ekki grínast Alltaf spurði hverjir ákveða hverjir má gera grínast. Bara nákvæmlega sama og ákveða núna. Yfirvöld og samfélagið. Góðir gestir, núna kemur hér. Ég búin að dæla spurningum í MH-liðið og ég soltin í svör. En fyrst ég svona soltin þá koma þær aftur. 1. Hver samþykkir hvaða framkvæmd fyrir þeim? 2. Eru það segir mér að það séu engin takmörk varðandi hverjum má gera grín að? Og 3. Ef þið viljið passa upp á framkvæmdir og svona mikið, eru þið ekki að viðurkenna að það séu tilmörk sem má ekki fara yfir. Það vita allir að það má ekki gera grín öllu. En nú kemur hlé. Og sem betur fyrir ykkur má gefa leik í hlé.
Já, neymin að því að Reykjum hafa með þetta lag Reykjum á YouTube. Ó, ég þarf að segja það að Reykjavík er Sendingin á og við erum að gera Þetta lag í stofu, æ mamma. Walking a bitch like how the hell y'all doing? How y'all feeling today? Always gonna be money. Always gonna be over. Always gonna be Damn, Mama, bring your shit. This is the Rampana. I'm gonna miss you. Yes. What Kukka, þetta, má reykja um smá? Þetta heyrðist. Já, Heyri, markastjóri. Hei, Rævolfs, markastjóri. Hei. Er í pása? Dísa, Já. Er þetta live? Já. Live frá Kúkaskóla. Hei. Það er leikur í Kvennaskóli minn. Er ennþá live? Já, það er ennþá live. Það er ennþá freaking live. Já! Ein spurning Gott lag. Stemmingin á. Ég hamla. Já. Ok, þið vita hljóðið er alveg komið á myndavélinni. Hljóðið er ekki komið á myndavélinni. Hvað er það komið? Hún er komið á tölvunni. Ég er búin að tala við myndavélina. Já, það heyrist að líða ykkur en þú veist, þú þarf ekki að fara að nála. Stemmingin er há, viltu drykja? Já. Stemmingin er há. Það er ekki hægt að skilja.
Sjáu jökullinn laga, allir bjartir okkur til. Góðan daginn! Show them to keep the camera on. Ein mínúta eftir hlé. Mínúta? Það mínúta eftir að hlé. Ok. Hello. Hæ, takka. Það í gangi? 4 búa? Já. Má ég biðja alla viðstadda að vinsamlegast fólk sér sæti. Byrja aftur. Whose phone is this? Fuck me. Merci beaucoup. Merci, mais les copains. Ok, mér. Ekki brosa. Brosa ekki. Ég veit ekki hvað sér ég. Nága breyta, sko. Þetta allt í góður. Já, hún búin að gefa mér. Var ekki hægt að hafa þetta bara í náttúrskóla? Nei. Svo kemur það seinna á YouTube. Hvað? Já, þetta er delayed hérna. Það er smá latency. Já. Svo núna er mitt, what the fuck? Og þið pásu þetta líka. Ha, nei? Jú, hérna. Ég er að tala á YouTube. Þið pásuðu ykkar eigið. Nó, er það? Þetta hérna. Nei, en það er ennþá í gangi. Það er ekki Ég er að tala hjá ykkur. Ég er ekki að tala að þið pásuðu liveið alveg. Ég er að tala að... Já, en... Svona. Svo ég getur þannig og svo kemur delayed. Og svo... Wait. Gerðu þetta.
Nei, segðu, það komið Það er það búið. Nei, Anita var ekki framfært núna. Þetta er delayed, sorry, já. Þetta er leit. Já, Ragga kom bara áðan. Ó, Gerðu þetta aftur. þetta er pingu lítið. Latency. Þetta er pingu lítið latency. En þú veist, það er líka hérna, þú veist, það er bara alltaf latency. Já, það mun alltaf vera. Þetta er ekki strax. Oh my god, hvað? Býtu, já, kemur ekki inn. Já. Þetta er bara Ragga. Hérna. Já. Það sést alltaf í þig. Alright. Frábæra mynd af mér senda á streyminu. Æðisleg. Yes. Nei, ekki. Hvað erum við að taka Evil Laugh? Þannig að challenge. Evil Laugh Challenge. Úps. Ok. Ég og Dísa gerum Evil Laugh Challenge. Ætlaðu að byrja? Ég skal byrja. Ok, nú er ég. Ok, nú ég. Þetta er yfir húnni. Og svo. Hætti að Og nú, fucking hvað öskra í stormur? Já. Já. Why? Hello, krakkar. Hello, heima. Hello, krakkar heima. Af hverju eru þið ekki að horfa í salnum? Ok. Stemmingin er há, viltu drykja, viltu dansa við mig? Ég kann ekki lyrics á lagi. Stemmingin er há, viltu drykja, ljósin er að bláða, við getur ekki klikka, viltu dansa við mig? Hún vil mynda þér, taktu mynda mér, kistu mig á kring, hver var spurningin, viltu dansa við mig? Af því að þetta er ekki svo lag. Þetta er besta lag. Í kvöld, já ég er afsari. Í kvöld, sama þó þetta er að taka kvöld. Það máttu vita þú ert mín í kvöld. Ég er skoðinn. Í kvöld, já ég er afsari. Í kvöld. Sama þó ekkert kvöld, það máttu vita þú ert mín í kvöld. Ég er skotin í kvöld. Ég er að syngja þetta sama bara aftur og aftur. Í kvöld, sama þó það máttu vita þú ert mín í kvöld. Þarna kemur Górilla. MH. En fyrir ykkur sem er að hlusta heima, þá er þetta bara allt peace and love. Hún gæti verið á streyminu. Hún gæti verið á streyminu. Hún heyrir í þess. Og þetta er Górillan. Já, stendur sig ekkert eitthvað voðalega vel, myndi ég segja. Mástu þið Fortnite OG, eða? Fortnite, ha? Nei. Hvað er það? Búkaskóginn minn, búkaskóginn minn, búkaskóginn minn, búkaskóginn minn, Þú mátt að gera skóli minn. Skóli minn. Skóli minn. Skóli minn. Skóli minn. Ég held á
Ég held á Magnús og síma og hvað þú, hvað er það að kolla á? Já. Afsakið, ég var að trufla vinkonum, hún er mjög íhú. Ég lóki hérna Stormur og var að klippa mig og ég var að fara að berja. Ok. Hvað er þetta lengi að byrja? Þetta er mjög lengi að byrja. Það er að vera að mata, ekki er að vera að mata Jökul. Hver er Jökul? Er þetta nefnir Svampur? Ég? Nei. Ég er Katrín. Enga nú, hættir sig ekki. Lára, ætti. Segðu eitthvað. Við byrjum allir að fá sér sæl og fá þögn í salin. Ég er taktu tilbyrlega. Sorry. Verið velkomin aftur eftir mér, en fyrsti mælandi í pontu er frumælandi meðmælanda og ég veit ekki hvað Ég er að taka á. Ég að fara úr hóri. Dómyndavél, ertu ekki að djóka í mér? Þessi sé lúki með batteri. Sá mig. Hvað er þetta komið? You walk it. Fyrsti ræðumaður í pontu eftir hér er frumælandi meðmælanda. Þú hefur 0 mínútur. Fundarstjóri Dómar hættist upp í sófa fyrir nokkrum mánuðum fyrir whatever og svo mynd sem hér The Intern. Ég hótsið samt rókan maður. Myndin fór bara nokkuð venjulega af stað. Innræðisherra Norður Kóreu. Ég hugsaði með mér, svo fekk ég eina flugu í hug. Má gera grínar. Eða þú veist það eru kimmar. Skilin að forseta Íslands, höllu tómatar, myndi hún að hlæja og hlæja. En ef þú gerir grín að forseta Rússa
í Rússlandi, þá dettur út gluggann einn daginn. Árið 1997 kom út fyrsta sería af Jón Gnarr Adolf Hitler í karaoke og syngur My Way. Gaurinn sem Hitler í karaoke. Þetta grín má taka eins og Berlínar settu þáttinn í loftið og þeir fleitt í stein. Ég má ekki segja sprengjugrín í flugvél, en ég má hér sprengja! Ég má þetta og ég vilja hugsa, já ok, það má gera grín af öllum hlutum og öllum konseptum. Það svo sannarlega misviðeigandi, misfyndið og mislöglegt, en það alltaf einhver stafur, einhver aðstafa, eitthvað samhengi þar sem má gera grín af öllu. Þannig að jafnvel þó að íbúar Norður Kóreu búi ekki við þau réttindi að með að gera grín af einræðisherranum sem það ræður ríkjum, þá segi ég bara, thank God að við getum það. Kvenna og hélt í ræðum sínum ríkfast í bulli sem þau hafa verið að spýta hér út allt. Að ef það mætti í einhverjum aðstæðum ekki gera grín af einhverju, þá mætti ekki gera grín af því. Banda, greinilega enginn sem búinn að hlusta sér þetta klukkuna. Við erum búin að sýna fram á það margótt að skilja fyrir því að mikið samkvæmt skilgreiningu gera grín af einhverju viðfangsefni, þá þurfum við einfaldlega að finna aðstæður þar sem má gera grín af því og þá má gera grín af því punktur. Ef ég þarf að segja þetta aftur, held ég að Bjarki muni springa. Í öllum samfélögum ríkja óskrifaðar reglur um það að hverju má og má ekki gera grín af og það sé bara algjört bull að við megum gera grín af því. Guðlum, óskrifaðar reglur eru frábærar til að halda samfélaginu í skorðum, en það eru samt bara skoðanir fólks af því hvað eðlilegt. Það ekki alvöru lög sem eru okkar eini algildi leiðarvísir það hvað má og má ekki gera. Óskrifaðar reglur geta ekki bannað neinum neitt. Chris sagði að væri engin listi yfir allt sem má ekki gera grín af á heimsvísu. Chris, bingo á borðsjö. Hann sagði í ræðu sinni að staðhæfingin sem við erum að ræða sé alhæfing, en í lokræði segir hún að við séum að standa með alhæfingu. Guðló, please make your mind up. Guðló kom með mesta kjáftaði sem ég heilt að lög Íslands kveði á að það megi ekki gera grín af öllu. Gamli, Bjarki bara með þessu lög og sína fram á það hvernig það banna nefnilega ekki að gera grín af hverju sem Samkvæmt lögum tjáningarfrelsi á Íslandi tryggt samkvæmt 73. grein stjórnarskrárinnar. Allir eru frjálsir skoðana sem á sama dæmi að sprengjugrín var hreinlega jafnvel þó það væri dulbúið sem grín. Chris, ég var að gera það. Talaði Norður Kóreu og þar megi ekki gera grín af öllu. En Guðlum, umræðið ekki, það má gera grín af öllu alls staðar. Þú mátt ekki gera grín af Kim Jong-un í Norður Kóreu. En þú mátt það á Íslandi. Þótt einhver innræði Kóreu banni það að brosa og gera grín á okkur dögum, þá má gera nákvæmlega sömu grín á öðrum stundum eða á öðrum stöðum. Það má gera grín á öllu. Guðlum veit að íslensk hefningalög og sagði að grín sem smánar að hæðir af fólki. Góðir gestir, það ekki til neitt hlutur sem ekki má gera grín af. Það eru vissulega grín af í einhverjum löndum, en það alltaf einhver stafur og samhengi þar sem má gera hvaða grín sem Það Nei. Já. Já. Bara yfir á síma. Já, eða já, það satt. Það líka það skiptum bara yfir á þessa. Já, líka bara, já. Það ekki bara skipta núna yfir á þessa. Á meðan það En það er, já, ég veit. Sko, en þú veist, það ekki hægt að skipta yfir þessari út eða, þú veist, það er tenginni. En þú veist, við getum líka bara verið með á tölvunni á meðan eða eitthvað. Á meðan ég hafa það. Livestreama á tölvunni? Já. Ok, getur þú skipt bara... Ég veit að þú veist, I don't know. Því að þessi er frá degja, þannig ég veit ekki alveg hvort það sé... Og byrjum að hlaða batterið þessari. Já.
byrjum bara núna. Bara taktu úr samband og reyndum að skipta á hérna. Er þetta líka USB? Já, þetta er líka USB. Ok. Já, ég veit. Og ég geta, nennir rétt að mér þessa. Ef þú var þannig að snúa, já. Ég gerði það. Já, ég veit það. Og 54 sekúndur. Andmælanda, þú hefur 4. Það glæðir að vera með svona Ég get líka afsverðið að reyna að taka núna og þetta á dó. Sorry, ég ætla að þrífa hana. Gugga popping in and out. Maður sér það bara ekki eins. 7? How many viewers? 7. 6? Yo! 6 service. What the hell? Við meitt. Það klipping í morgun, er ekki bara múlleitt aftur? Gaur, múlleitt. Þetta er sko svona góð gæði. Já, það er. Vitið, af hverju þetta svona Er það svona extra pixelate? Vitið, er það að gera þetta í tölvu? Já, myndavélinn dó. Er þetta tölvumyndavélin? Já. Þetta getur verið intro, ég vil grína. This is really how fucking enough. Ó, og núna allt í einu. Þetta er svona sein. Já, núna er þetta bara að sýna mig. Núna er þetta... Þessari fyrst þetta ógæsar. Ég held að the latency come back. Hæ? Við afsökum gæðin innilega, myndavélina. Já. Við afsökum gæðin alveg svakar. Já, þetta er hræðilega. Takk Kolla fyrir að afsöka líka. Við afsökum, ok. Marga stjóri, Við elskum MH, krakkar, við elskum MH. Nei, what the hell? Það
Maður tölvuna. Nei, ég hata þetta. Frummælandi andmælanda, þú hefur 1 mínútu. Snúðu henni við. Nei, ég þarf að gera net. Oh my god, alltaf. Já, það myndaði fyrir svona. Frummælandi andmælanda, þú hefur 1/2 mínútu.
eina viðmiðið hvað má og má ekki séu lög lands. En það alltaf reglur hvað má ekki sem annað yfirvald ákveður. Það ekki ólöglegt að vera í símanum í hagfræðitíma hjá Auði, en það má samt ekki. MH sagði að það að fara yfir strikið sé persónubundið. Þannig þú viðurkennir að það sé til strik og að það sé til lína. Býtu, strik það sama og lína? Var MH að fella sinn eigin pól? Hann sagði að samfélagi geti ekki refsað fyrir grín. Blauti PPT var slaufað fyrir óviðeigandi grín sem mátti ekki. Hvað var það annað en samfélagið að refsa? Samfélagið að banna. MH sagði að kynferðisleg áreitni ekki grín. Ef gerandanum finnst það vera grín, þá það grín. Það virkilega að tróða þessu upp í raskat á ykkur oftar en einu sinni. Ég er farin að halda því fyrir. Þau sögðu að það væri óhæft að banna grín. Við erum heldur ekkert að reyna að banna neitt. Bara benda á þá staðreynd að það sumt grín má ekki. Viltu koma þér að umræðinu? Góða gestir, ég er virkilega farin að halda að MH standi fyrir Mussolini Hitler. Því þeir hljóma eins og svo vondan manneskjur. Þau vilja nefnilega gera grín af öllu. Ekki bara svona fyndnustöffi eða því sem má, heldur bara öllu. Í því hatursorðræða sem bönnuð með lögum, óskrifuð lög og allt það sem fer gegn siðferði okkar sem manneskjur. Vínan. Og málið að í Morfís mælir þú ekki með alhæfingu sem stenst enga skoðun. Það sem ég inn á. I know. Jú, ég veit að maður hafa góða samræð. Hvað er? Já, þannig að bara myndavélinn góð aðeins, en ég hlaða bara bort því aftur. Já. Æ, það alveg. Hvað? Ég vil sjóst. Ok. Hvað er það? Oh my god, Ingun, hættu! Ég er svolítið rauð. Við erum bara hvít og rauð. Frummælandi andmælanda talaði í 4 mínútur slétt. Næstur í pontu meðmælandi meðmælanda yfir 4 mínútur. Já, við erum að batala ykkur. Á, ekki.
Oké, dus ik keer zo moet het niet maar ik keer en zo keer kom afdruk. Oké. Wat er dubbeleur met je mond. Wat dan weer ijs. Jæja. Fundarstjóri, ég trúlofaði mig í vikunni. Það var frábært. Ég kenndi sem sagt hríseng á Smitten fyrir svona mánuði og við gátum ekki hætt að spjalla saman. Allan daginn, alla daga. Kemur í ljós að við erum bara mjög lík. Til dæmis svipaði Friðrik Dór í söngvakeppninni 2015. Fullkomið match. Og á mánudaginn þá bað hann mig að vera hans að eilífu. Mamma sagði sem þetta passi mig á fólki sem ég kynntist á netinu þannig að ég googlaði nafnið hans og það birtist mörg tweet. Hann var sem sagt með heilan Twitter-aðgang sem að gera svona black pill incel-grín og sérstaklega grín að konum í morfís. Ég var ekki reið og ég var ekki leið. Ég var þakklátt. Guð sé lof að þessi maður birti þessi tweet. Þessi brandara skýrði fyrir mér hvernig típa hann er í raun og veru. Ég sendi honum samdægis löng skilaboð til að hætta flutninginn og slíta sambandinu. Því hvernig í grunninn er grín ekkert meira en ákveðin tjáningamáti sem við höfum til að miðla okkar eigin skoðunum og það er mjög jákvætt að við megum tjá okkur. Við erum ekki að tala með því að fólk geri endilega grín að hlutum sem geta verið viðkvæm málefni fyrir marga en við getum ekki heft tjáningafrelsi í þeirri von að draga úr öfgafullum skoðunum. Lokum öll augunum og ímyndum okkur saman. Land þar sem bannað er að gera grín að öllu. Allt er grátt og grafalvarlegt og hláturinn má bara koma frá kitli. Uppistandar eru fangelsi og FM 95 Blöð eru heimilislausir. Allt grín er lögbrot, land tjáningar fangelsis og ritskólar. Opnum núna augun og við erum á Íslandi. Þar sem málfrelsi er til staðar og fólk má sjá hvað brandara sem er. Ef þú gerir grín að einhverju sem ég finnst ekki fyndi, þá hef ég líka frelsi til þess að drulla yfir þig út af því. Hversu næs? Þú mátt gera grín að öllum. Það er staðreynd. Það eru málfrelsisrök sem að vernda þann rétt. Það er hins vegar að okkur komið hvernig við viljum nýta það frelsi. Þú mátt gera grín að vininum. Það er ekki bannað.
En þú þarf þó að taka við afleiðingunum og kannski mun vinurinn slíta ykkar vinasambandi. Og kannski finnurðu út að kærastinn sé sexist og þú hættir við brúðkaup í Hrísey. Aðalheiður reyndi í ræðu sinni að skauta fram hjá kjarna umræðumisins og segja með því að mæla með því væri við að réttlæta viðbjóðsleg og skaðleg grín. Aðalheiður, við erum alls ekki að reyna að réttlæta þessa hegðun, enda erum við að röklega staðhæfingu, ekki það viðhorf að það ætti að mega grína öllu, enda hefðum við valið umræðuefni þar ætti að mega gera grína öllu. Ef okkur langar til að ræða, learn some Morpheus please and lock the fuck in. Heyrðu, geggjað flutningar á svörnum, svo flott, það verður bara að vera eitthvað til í þeim næstu keppni. Þið æfið það bara næst. Áður sagði að með því að segja að mætti gera grína öllu væri við að samþykkja þá hatursorðræðu sem viðfangist í samfélaginu. Aðrir, svo umræða sem við erum að eiga hér í kvöld snýst alls ekki það sem okkur finnst það ætti að mega, eða svo samfélagslega þyngd sem felst í einhverju viðhorfi að það mega gera grína öllu. Heldur það hin einfalda staðhæfing að samkvæmt skilgreiningu orðsins að mega, það má gera grína öllu. Hætti að snúa út og nota ódýr tilfinningar. Guðlaug endurorðaði fyrr í ræðuna mína hvað pælingin hver á að ráða grínmálum fárleg. Guðlaug, hittir þið dritt eftir þetta? Guðlaug sagði að þegar má gera grína öllu við raun að segja tilfinningar, reynsla og sársauki annarra skiptir ekki máli. Guðlaug, við erum ekki að segja tilfinningar fólki skiptir ekki máli, bara alls ekki. Heldur að samkvæmt skilgreiningu megi gera grín að hvað viðfangsefni sem Að gera grín að einhverju ekki það sama og gera lítið úr því. Húmor getur verið leið til að takast á við sársauka, að setja í samhengi og jafnvel einfalda hlutina fyrir þér. Svo það bara upp að manninn kominn að segja ógeðsleg og særandi grín. Og þó hann megi það, það samt ógeðslegt og særandi, en það breytir því ekki að hann má það. Meinum það seinna, góði gestir, gleðilega þakkargjörðarhátíð. Það sem ég þakklátust fyrir tjáningafrelsi. Ég þakklát fyrir það að ég má tjá mig í formi gríns hvenær sem ég vil. Þakklátt fyrir það, ef ég segi brandar eitthvað sem kannski ekki fyndið, þá hefur fólk á rétt að segja bara mér finnst eins og aldrei að fokka sér. Halleluja! Ég elska alls ekki öll grín, en ég elska að þau megi vera sögð. Do not take a photo. Allir að horfa þig. Who owns this? Everything's alright. Ég með þig. Já. Til ég tekka upp það batterið sem það er bara flott. Ögn í salinn, takk. Meðmælanda talaði 3 mínútur og 57 sekúndur. Næsti ræðumaður meðmælandi andmælanda. Þú hefur 4 mínútur.
Oh, Glenn. Nej, jag var... Ja. Just veta alveg hver ég er. Oh my god. Hennar vorum að just vita. Oh my god. Oh my god. Vill ég fara heim með þér? Oh my god. Oh my god. Ég bara veit ekki. Ok, hún er að fara að tala. Ok, já. Glenn er skólinn minn. Fundarstjóri, hæ. Sorry hvað ég var eitthvað pirruð áðan. My bad. Gólafá! Ég skora mörk, en mörk eru mörk. Ég trúi alveg að þið séu orðin smá þreytt að heyra þessi mörk, allar þessar línur, en einhvers staðar þurfa mörkin að vera þói. Þannig slappið þið bara að pæla í þessum mörkum. Bæ smá babínubans og tölum barnanýtt. Ok, never mind. Ekkert funny. Eða hvað? Ok, nei, ekkert funny, hvað, MH? Því þú veist, eins og ég er alltaf að segja, mamma, það þýðir ekkert að kaupa allar þessar sápur, þú ert hvað sem er alltaf bara að fara að þrífa þér með einni. Þetta tengist umræðinni bara ekkert, by the way, mér langaði bara að segja þetta, en ok, já, línan, þið elski hana, þið hati hana, I don't fucking know, mér langar bara í sargeng, hún til eða ekki? Það það eina sem ég vil. Það það eina sem langar í. Ok, flip over, mörk eru mörk. Þói, MH ætla bara í alvörunni að reyna að skilgreina grín í kvöld sem bara eitthvað sem hentar þeim. En þannig virkar ekki Martís. Grín allt sem sagt í þeim tilgangi að gera grín. Þið sleppið ekki við að verja hatursáræðu svona léttilega. Alltaf komið við í punkti, þeir mátt sleppa í. Fyrir hlé bað Gulla svör við 3 spurningum og við erum ennþá ekki komin með svör, svo nú koma þeir aftur. Númer 1. Hver ákveður hvaða framkvæmd fullnægjandi? Númer 2.
Eruð þið að segja að það séu engar takmarkanir? Númer 3, ef það þarf að passa svona mikið upp á framkvæmdina, eruð þið þá ekki að viðurkenna að séu til mörk sem má ekki fara yfir? Halldór sagði að mætti ekki skerða tjáningarfrelsi. Halldór, ef þú hefði lesið næstu málsgrein ekki yfir brot á réttindum annarra. Þú þarft að vera verulega rökþrota ef tjáningarfrelsi allur tóllinn. Ég ætla að gera eina aðra tilraun til að ná MH aftur inn í umræðuna. Það slitnaði. Alltaf sagði að gera grín að einhverju ekki það sama og að hæðast að þeim. Vorum við ekki að fara yfir þetta? Það samheiti. Fundarstjóri, þetta alveg búið að vera gaman, sko. Ég elska öll þessi grín og eitthvað, en þú veist, MH ekkert að pussa því agenda að gera svo gróf grín að þau fái allt of mörg refsistig og tapa keppninni. Þannig ég skora á MH, gerið eitt grín sem gefur ykkur refsistig því þið teljið að það megi. Svo damlið. Þú ert sem 13 lífsgæði. That's too much pressure. This is too much pressure. Það sést alltaf mikið í. Takk í salinn. Meðmælandi andmælenda talaði í 2 mínútur og 56 sekúndur. Næstur í pontu stuðningsmaður meðmælanda. Já. Miðinn var ekki kominn, Við höldum áfram. Stuðningsmaður meðmælanda næstur í pontu. Þú hefur 4 mínútur. Ekki stoppa þetta. Hvað er gera bara? Það stoppa.
Stemmingin há, leyfum við þá að heyra. Fundarstjóri, ég brjálaður. Við í MH erum búin að sýna frá það í allt kvöld að það megi gera grín að öllum. En við finnst bara eins og þessi enginn þessi Hven og Liz, ég hlusta á okkur. Guð minn góður, kæru gestir. Þetta er svo mikið common sense. Ég er búin að vera pyrraður í allt kvöld, en núna held ég sé að ég er að píka, ég er að drilla. Þannig, horfist í augu við staðreyndina. Því að standa eins mikið á móti hvað hægt er. Já, getur líka aðeins rætt eitt. Hvar er fucking listi, hvernig? Hvar er algjörðu listi fyrir grín sem má ekki gera? Nei, hann er ekki fucking til. Lög og viðmið eru síbreytileg og ef þessi listi er til, þá er hann betur falinn en Epstein-listinn. Staðreyndin er bara svo að það má gera grín að einhverjum viðursagnir, samkvæmt einhverjum reglum, þá má gera grín að einhverjum. Og það sem það eru til viðmið, það sem gera má grín að hverju einu og einasta viðursagnir, þá má gera grín af öllum. Því að við einn svarakafl til þess að finna viðursagnir sem ekki má undir neinum kringumstæðum eða samkvæmt neinum viðmiðum, samkvæmt hversu brengluð þau eru, gera grína. Notið hann vel. Það virðist ekki ætla að stíast inn í þykku kvenn og hausaleika að það er betra að fólk sýnir sér inn í fólkum og fullt af mann í gegnum þannig grín heldur þau komi aldrei fram því það er ekki grínið sem orsakar hatrið heldur gerir grín okkur kleift að taka samtalið og eiga í uppbyggilegum samræðum þar sem við getum upprætt hatrið í stað þess að bæla það niður og leyfa því að malla. Þess vegna höfum við tjáningarfrelsi sem er stjórnarskrárabundin mannréttindi okkar. Hvernig? Það er hatur í mínu hjarta. Því ég hata að rífast. Ég vil bara allir séu vinir að gera grín saman. Alltaf. Fyrir að ljúga sjálfum. Fyrir að ljúga salnum. Og verst af öllu. Fyrir að ljúga mér. And friends, hvernig? Don't lie. Ég er hættur að rífast ykkur. Rökin tala fyrir sig sjálf en að öðru. Chris sagði að við veitum gera grín að barninu og vera að mæla með því. Chris, nei, bara alls ekki. Ef það verið að hlusta á okkur áðan, það hefur heitt að við mælum alls ekki með því að gera. Við erum einfaldlega sammála þeirri staðfengu að það megi. Það er líka smá steikt af nýtt sem skelfilega afbörn sem barnaný sem rök í mortískeppni. Aðalhauðs að það var að skera úr hvað mætti, þá ætti almenna reglan að samfélagsleg viðmið að gilda. What? Almenna reglan að samfélagsleg viðmið er ekki alvöru reglur og geta því ekki banna neinum neitt. Samfélagsleg viðmið halda samfélaginu skorðum en segja frekar til hvernig ætti að haga sér, ekki hvernig má haga sér og banna því engum neitt. Chris talaði minna en 3 míl. Running out of rök. Það var ekki
tjáningarfrelsi alls staðar, því var ekki hægt að segja að það megi gera grín að öllu. Aðalinn, umræðuefni það má gera grín að öllu. Þá öllum hlutum og fyrirbærum. Umræðuefni ekki það má gera grín að öllu alls staðar. Það sem bannað hér má annars staðar. Og margt sem bannað annars staðar má hér einfalt. Aðalinn það fyrst að megi ekki gera grín að Johnny Kirk í Jimmy Kimmel, þá megi ekki gera það yfir höfuð like a crazy person. Aðalinn, heyrur í þig. Viðfangsefni það má gera grín að öllu. Öllum málefnum. Ekki öllu í öllum löndum fyrir framan alla. Þó það megi ekki þessum einstöku aðstæðum, þá til þess mætti ég segja það núna. Fyrst að það má einhvers staðar, þá má það, punktur! Það er eiginlega í hundunum vegna þess að eina sem ég heyrði ræðinu var að það þurfum bara að sýna fram á eitt dæmi sem má ekki gera grín til þess að allir pottinja ekki. Chris, í fyrsta lagi, það fáránlega ósmekklegt að einu rökinn sé dæmi barnanýtt sem þið eru... Bæ! Góðir gestir, framtíðin sem að ég vil einföld. Hún framtíð þar sem ég get verið sammála tvennskalegur að það megi gera grín af öllu. Það sé bara kannski ekki góð hugmynd eða smekklegt að gera grín af sömu hlutum. Og hvað ná? Þið megi alveg gera grín af því að fara að gráta upp í pontu. Það var eiginlega bara fokkin fyndið. En það breytir því ekki að málflutningur hér í kvöld hefur ekki bara verið rangur, heldur beinlínis hættulegur. Stuðningsmaður meðmælanda talaði í 3 mínútur og 55 sekúndur. Nú tökum við seinasti ræðumaður kvöldsins sem stuðningsmaður andmælanda. Þú hefur 4 mínútur.
Stuðningsmaður andmælanda, þú hefur 1 mínútu. Stuðningsmaður andmælanda, þú hefur 1/2 mínútu. Fundarstjóri, í herbergi í miðbæ Reykjavíkur situr drengur á bæn. Hann biður fyrir betra lífi. Lífi án einhverjar. Bænum drengsins var ekki svarað og batt hann enda á líf sitt. Örlög sem bíða 800 barna á ári hverju af sökum eineltis. Eineltis sem MH hefur þurft að mæla fyrir sér í kvöld. Í góðir fundarmenn, dauðinn þeim kær sem hamingjan mótbær. Þar sem allt grín fær að fljóta, sama hversu slæmt eða skaðlegt það leikur ekki hlátur lífið, heldur grapar þögn. Það nóg að geranda finnist orð sín vera grín til þess að það teljist grín. Grín sem MH segist eiga rétt á sér. Á meðan þolandinn heldur út hjálpandi hönd, grípur hann í tómt loftið. Við í Kvennó viljum fylla tómarúmið af hjálpandi höndum. Við viljum ekki að neinn þurfa að falla að sökum gríns. Við viljum mannúðleika, samkennd og styrk saman. MH-ingar hafa í allt kvöld snúið út úr með fáránlegum útúrsnöngum og dulbúðpól sín, en því verður ekki frálítið að þeim mæla fyrir hatursorðræðu svo lengi sem það sagt í gríni. Nú þurfum við að taka ákvörðun, góðir sælir. Viljum við virkilega búa í heimi þar sem það má fremja hatursorðræðu á nokkura afleiðinga,
ef hún sögð í gríni. Ég vonsvikin, Emma. Við erum öll vonsvikin. Því sama hver vinnur þessa keppni hér í kvöld, verðum við að standa vörðinn saman. Við megum ekki leyfa málflutningi MHÍ að breyta því sem við vitum, það mælir enginn með hatursorðræðu, sama í hvaða formum hún birtist. Það gerir enginn grín af deyjandi börnum, það gerir enginn grín af rasisma, sjálfsvígi, kynferðisofbeldi. Því þegar grínið verður að vopni, bíður ekki hlátur, heldur refsing. Bjarki sagði að samfélagið geti ekki bannað honum að gera neitt. Bjarki, þú hlýtur refsingu fyrir eitthvað, þá mátt ekki gera það. Samfélagið getur refsað þér eins og allt annað yfirvald. Og takið eftir því, góðsælur, að í allri seinni umferð komu engin svör fyrir spurningunum. Bjarki sagði að það væri betra ef öll ósmekkleg grín kæmi fram. Bjarki, þessi ósmekklegu grín geta leitt til þess að börn svipti sig lífi og þú kallar það gott. Bjarki sagði að lög og viðmið séu síbreytileg. Síbreytileg lög eru ennþá lög, þetta segir sig sjálft. Bjarki bað okkur enn og aftur listan. Við erum búin að svara þessu. Við þurfum ekki þennan hlut sem alltaf bannaðir, því það alltaf eitthvað bannað. Emma sagði að það færi eftir tíma og stund hvaða grín má ekki. Þannig það alltaf eitthvað grín sem má ekki. Það að það sé annað í dag en það var í gær breytir ekki að það alltaf eitthvað bannað. Alltaf sagði að grín sé ekki gera lítið öðrum. Hvað þarf að svara þessu oft? Ef gerandinn segir að það sé grín, þá það grín. Emma talaði alla umferð ef ég get gert grín af einhvers staðar, þá get ég gert grín af öllu. Með sömurreglum get ég sagt að ef ég má ekki gera grín af einhvers staðar, þá má ég ekki gera grín af öllu. Emma heldur áfram að halda í fram að tjáningarfrelsi hafi engin takmörk. Hversu oft þurfum við að segja það? Hatursorðræða hefur takmörk. Og tjáningarfrelsi hefur takmörk sama hvað. Hversu oft þurfum við að segja ykkur að hvað okkur finnst tjáningarfrelsi ekki til umræðu. Heldur hvort að megi gera grín af öllu. Og þeir eru alltaf að tala um lista sem ekki til. Emma, við þurfum ekki að finna grín sem bannað alltaf. Bara sanna það að það aldrei allt grín leyfilegt. Góður gestir, við megum vera vonsviknir þennan málflutning sem á. Við eigum að búast við meira. Við eigum ekki að standa og hoppa húrra fyrir lögbroti. Einhverju sem má ekki. Ég vona að MH líti inn á við. Finni að þeirra málflutningur ekki hinn rétta hlið. Því grínið getur verið vopn. Vopn sem ristir djúpt í hjarta og þegar grínið verður að vopni situr blóðið eftir á höndum menntaskólans við Hamrahlíð. Stuðningsmaður andmælenda talaði í 3 mínútur og 53 sekúndur. Þó svo að síðasti ræðumaður hafi lokið máli sínu, erum við ekki að það búin. Nú kemur dómarhlé og við bíðum eftir úrskurð þeirra. Já, gera það.
Så vi skulle se tillbaka en haun! Þetta var á húsi. Þetta var kamikaze. Er ég nú að segja Þessi var stóð. Nei, það er það. Oh my God, why? Það eru 9 orðar. Halló 9 fólk. Hverjir eru að horfa? Nei. Það er mjög súpa. Hvað erum að fyrir? Ó, ég er ógeðslega. Svona? Nei, núna er ekki svona. Nei, það var ekki hérna svona. Æ, þetta er svona. Er allir úti eða hvað? Frans kemur hlusta til þetta. We love you, Brenda. We love you, Já.
Nei, ég styrir með... Oh, you're so on live. I'm like, oh, that's so neat. You like it? Já, nei, ég sá nefnilega mér. Já, nei, þú bara inn. Ó, er það að horfa? Nei, engin leið. Já, veitu, ég vissi ekki að vera kynnt. Halló, hæ. Ég var leik og við erum í stíl. Og við erum í stíl. Okay. I love it. You see the Nej, vad sa du? Vill du ta tillbaka? Ja. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, jävlar. Och så någon här tjej. Okej, så. Nej, då får mamma med mig. Akkur er ég ekki á svo fólk myndaði maður. Ég finnst ykkur kommentið.
Erum ekki flottar? Ha? Hvernig finnst ykkur streymið? Hvernig virkar það? Sorry, ég sagði þetta. Ég sagði þetta. Það er gott. Langar þú að skrifa inn til eftir því? Og sen er það bara alltaf. Ég vann það. Það byrjar ekki saman að þetta komast. Já, ég var í FH. Svo, já. Svo náði ég að koma mér úr skólanum og lengi. Það var annarkvæmt tönn og MH. Er það í byrjun? Já, það er YouTube. YouTube? Já. Ég ætla bara að segja. Ó, helma, bro, þið vil ekki sé. Ég held að mikrofónum er þorð. Já, little does he know. Já. Ég hætti það bara. Maður bækist með hér ná. Ég held að það myndi vera annarkvæmt Halldór eða Alda. Já, Bjarki var svo, hann var með svo mikið móti. Einmitt þessi happy hydrate. Nei, einmitt, ég beini ekki myndaðan að karnum og sörg. Já, hann með tröfning. Guðir, af hverju er ég ekki ráðið í bóki myndbókabúa og við bara taka þetta? Halldór Gauk? Ég er ekki eins og Þau eru að koma! Þau eru að mæta á svæðið. Vísir í mættur á svæðið. Ég sé þau eru að mæta á svæðið. Hann að mæta! Hello! Saga Bjarki, Alda og Halldór. Bjarki að hugsa, Halldór, oh my god, Leo Cheeky's mörg. Já, þetta er beitni sko, við erum í Jökull Jónsson að fyrir liða. Ok. Þetta er Jóakim að heilsa upp á. Jóakim! Út í beitni með myndbókabúa. Við erum ekki að smjöra að segja en hann sagði að það var ógeðslega skemmtilegt hjá þeim. Þessi umræða er fucking brjáluð. Þetta erum við með Elvar. Það er umræðu. Má ég fá tókn í salinn? Já. Nú hafa dómarar ráðið ráðum sínum og ég afsala mér fundarstjórn til 8 dómara. Ég segi bara skoðu vinni minn, þú veist alltaf góðin á mortískjafni þegar einhver nóðinni kynntur upp á sig og enginn veit hvað það er. Ég heiti Arnar Kjartansson og ég er 8 dómar hérna í kvöld. Og takk! Ég ætla að segja fyrst og fremst, bara það sem ég sagði við liðið, þetta er bara
ég hef ekki skemmt mér svona vel á Morfís-keppni í bara, ég veit ekki hvað mörg ár. Bara fá klapp fyrir bæði lið. Bara einn maður sem fá hérna á spil. Þessi maður var hoppandi og öskrandi alla fólk í keppnina. Getum við fólk í klappinu? Ég vil líka hrósa fundastjóra kvöldsins, hann var frábær. Ég veit ekki hvað sem reynst þessu, en veit ekki hvað sem hefur gert í 100 árum. Ég skrifaði nokkra hluti hjá mér hérna, Love the Boombox, 100 rockstík. Frummalendi Kvennó. Ég verið einhvern sagt og hljómar, þú erum svona svipað ræðislega áskjöða. Ég var eitthvað að horfa niður og var að dæma og svo byrja á mig. Ég bara, ég var smá sjokk. Geggjað, það var ekki leiðilega ræðislega til að hafa. Þráttið bæði niður. Ógeðslega respektfull á meðan ræðumenn voru að tala. Hávaði þegar hávaði átti við. Þið voru bara, fyrsta lagi, MH má ég heyra ykkur. Herðu, Óskur Sal, MH vildur hann að fá að reyna aftur. Má ég heyra ykkur MH? Síðast þegar ég var hérna sem menntaskólanemi á Morfís-keppni, þá keppti fyrsta kvennalið í sögu Morfís hérna 2012. Það var ekki Kvennó, það var Borgó. Kvennó var með 3 stráka í sínu lið. Það var fínu fyndið. En ég má ekki enda nefna þetta við þjálfarann endanda í dag og hann fyrir enda í fílút í mig. Ég var sem formaður Valþó Borgó þá. Það var Borgó sem var fyrsta kvennalið í sögu keppninnar og það var ekki fyrir 2012. En síðan hafa verið 4 kvennalið sem er bara mjög betur. Reyna hans stíl. Og svona fyrir Morfís-nördana þá voru heildastig 3174 sem er bara hæstu heildastig sem ég held ég hafi kynnt. Þetta skemmtum okkur ógeðslega mikið á keppninni en stigamunur var 64 stig. Einn dómari dæmdi 9 stiga sigur. Einn dómari dæmdi 5 stiga sigur. Og einn dómari dæmdi 50 stiga sigur. En allir dómarar voru sammála. Það voru 4 refsistig. En ég ætla að fá að byrja að ræða með kvölds. Tveir hæstu, það var 36 stiga munur. Tóku sigur á lið. Ræðum með kvöldsins. Við tókum meira en 607 stig á Guðlaug. Sigurvera, þá vil ég bara fá að hrósa ykkur eitt í síðasta sinn. Ég mun 100% mæta keppni á báðum sem liðum í vetur. Þetta eru hörku skemmtileg lið. En sigurverðin í Kvennó!
all these bums fucking jumping up and down. Þetta bull. No.